Já, nei, passa. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran. OB og Strákarnir okkar. Það er alltaf svolítið athygli og verið svona þýtt vörumerki í markinu. Tattúið sem koma að standa fram úr arvóni. Hvað eru þau mörg? Það er góð spurning. Þetta eru hérna 3 tattoo-tímar og svo að tattooið sé í rauninni bara 2. Það voru þessi stór 2 en hérna þeir eru svo nokkuð hérna myndið inni svo þetta er svona skiptum nokkuð niður. Hefur þetta einhverja sett merkingu? Já, þetta hefur alltaf einhverja merkingu og þetta er svolítið meira mynda bara fyrir mig og hérna persónulega. Svo er þetta líka flott, þannig að ég er ekki fyrir mig að sýna það sko. Þetta er allt frá því að vera bara eins og hérna, byrja bara ég, þá er þetta Ísland, flest sem þekkja það nú, línurnar. Svo erum við Credo, sem er á latínu ég trúi og hérna, ég trúi bara á hann sem allt, ég trúi á mig og trúi á sjálfan mig, ég trúi á liðið, ég trúi á Guð, ég trúi á bara hann sem allt og það er svona, ég trúi á öll sem ég gerir. Og svo er hérna Olympíumedalían í öðru formi, Nike-gíðin, Olympíuringirnir og hérna. Og þetta er svona, meira bara svona takk fyrir handboltan, heldur en kannski í Olympíuleikunum per se. Þetta er svona handbolti fyrir mér og þegar svona byrjaði svona stærsta moment og svona loka punkturinn af því mínu uppeldi, svona allavega var svona breaking point og þannig hún er mér mikilvæg og inn á hendinni er með Matthews 6.9.13 sem er startning á faðirvorinu. Ég hef ekkert rosalega trúið en ég er svona sterk barntrúin í mér og góðar hömmur mínar öldu upp í mér að fara með faðirvorið og það er svona bæ sem ég liði eftir þegar ég var yngri og svo ég sé ekki með trúa þá var okkur prinsip mál og fylgdi því og það hélt mér inn í gegnum barneskuna á tánum að trúa. Og svo er það nýjasta hérna meginn, þetta er rauninni nýjasta verkið, þetta er 1 session og það er bara dóttir mín, Nemma og hún er ljón þannig að hérna ekki með ljónið og svo er bara fæðingardagurinn innuna og það er nokkuð basic. Svo er aldrei vilja að gerast framhaldinu. Hvenær fyrstu þið fyrst að það? Eða hvenær byrjaði? Já, ég byrjaði sko á þessu hérna, þessu tribal tattooið, bara basic tribal tattoo sem margir fá sér sem yngri árum. Ég fekk mér það þegar ég var 16 ára. Ég fekk þetta upp að skrifa hjá mömmu minna með það. Þannig byrjaði þessi blessa fíkn, ef við skildi kalla. Og var svo bara þessi mörgum. Og þetta eru mjög fleiri? Ég ger ráð fyrir því, en ekki koma með í hausinn hvað það er. Það mun koma, það er bara spurning hvenær. Þetta er ákveðin fíkn, en mér líður bara vel að sé núna. En það er spurning hvort þú vilji klára hendina eða fara einhvern í brjóskassan, það er allt svona spurning. En ekkert ákveðið því. Verður þetta bara endalaust þegar maður byrjar? Já, þetta er svolítið svona yfirleitt, en ég er svona búinn að finna mig bara vel í þessu. Ég vildi fá okkur hlut á skokkjum fyrir mig, eins og dóttur mína og fleira, þannig þetta er meira, þetta er ekki ég vilja fylla mig, þetta er meira bara svona, það sem ég langar að gera það geri ég. Það er hvort sem það er í húðflúrum með handboltana með eitthvað öðru, ég langar að gera eitthvað að gera það. Takk fyrir þetta.